að enda þáttinn í kvöld á umræðu menntamál því að nú kannski eins og ég fylgst með ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú. Síðast er hérna ádrepa Hauks Arnþórssonar stjórnsýslufræðings gagnvart grunnskólakennurum. Honum finnst þeir rífa of mikið kjaft og vera of hrókafullir. Miðað við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur, hann er endar bara í frjálsu falli samkvæmt PISA. En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leyfi ég mér að fullyrða, en eigi að síður þá er nú alltaf eitthvað sem hægt er að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna einn framhaldsskólakennari við menntaskólann við Sund sem er með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann er kominn hingað að rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn, Örn Valdemarsson. Takk hérlega fyrir þér. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þú ert einn þeirra kennara sem að svona lætur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá. Þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur. Já. Ég er með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræðum og fá ekki aðstoð og þóra jafnvel ekki að biðja aðstoð. Ertu þá sérstaklega að tala stærðfræðina? Já. Ég er sérstaklega í stærðfræði. Það er mitt fag, ég er faggreinikennari í stærðfræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og mörgum nemendum sem maður finnur að eru í vandræðum með að leysa kannski dæmi og bara vandræðum að ræða það. Já. Þau eru bara týnd í runni og þóra oft á tíðum ekkert að biðja hjálp. Akkurat, því getur fyllt skömm. Já. Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldurspili sem að mér fóst mér hafði alltaf gengið vel með stærðfræðina. Svo breytist eitthvað og mér fyrir að ganga verð. Ég segi engu frá því. Það er upphafið að svona vítarheng. Já. Það er það með því að rétta upp hönd og biðja aðstoð þá er maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á hreinu og nemendur vilja ekki draga það að sér en svo hefur maður líka heyrt það sem gefur manni kraftinn til að halda áfram. Það er það þegar nemendur segir er þetta svona? Nú skil ég þetta. Þannig að þú veist, það er jafn skemmtilegt að heyra það eins og það er ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefast upp. Áður en lengra en er haldið, Örn, er stærðfræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum á Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heltast úr leik af því þau komast ekki yfir stærðfræði grindina. Í framhaldsskóla þá er það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná stærðfræðinni og það er svona líka mismunandi á milli skóla kannski. Þú veist hversu góð stærðfræðin er og svo líka miðað við hvað braut maður velur, er það náttúrufræðibraut eða félagsfræðibraut og svona það. Stærðfræðin er miserfið og en fallið, ég veit ekki hvað það er í rauninni, en ég myndi halda 30% fall þá yrði mjög hátt í dag. Já. Það var nú meiri harka, það var meiri elitismi í skólanum. Að MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B Já. Kannski 3, kannski hvað var ég með? Ég held ég 2A og 2B flög inn en þú komst inn kannski með 4B en ég er ekkert viss að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einkunnir. Þannig að þau fleyttu rjómann en voru svo með svaka hörku áfram Þetta er náttúrulega, það sem hefur breyst síðan er að við lítum þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla. Já, nákvæmlega. Sem er risabreiting. Já, einmitt. Það er alveg rétt að það er orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla. Já. Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna er það, þú veist, að reyna auðvitað falla sumir nemendur en þá þurfa að taka aftur. Já. En maður verður virkilega að leggja sér fram í það. Ég er ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt, Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að standa sig.
Og bjargir nemenda eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sumir koma með veikan grunn og aðrir hafa fæðist með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf. Jú. Já. En þar kemur einmitt sko engakennslan eða svona enga aðstoð í starffræði er mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekkit yfir þetta. Það til dæmis, ég er með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétt upp hönd á sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki, þannig að maður þarf svolítið að sumir rétt aldrei upp hönd, bara þóra ekki og þess vegna sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu, þannig að það er svolítið svona, en eins og ég segi, þetta er vandasamt fyrir kennara að ná utan þetta allt saman líka. Bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr og þannig að það er alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir. Já, og sko það er einhver hugsun í starffræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með. Já. Því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, er það ekki rétt hjá mér. En þarna er einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast Já, einmitt. En sömuleiði sko, þú veist, ef manni gengur vel í starffræði og sjálfstrausti kemur þar, þá gengur maður vel í öllu líka. Þannig að það er líka öfugt sko þannig var það til dæmis fyrir mig að mér gekk ekkert vel í öllum fögum en mér gekk alltaf vel sem strákur í starffræði og það fleytti mér upp og ég var alltaf með góðar einkunnir þar og gat sem sagt ég var þar að leiðandi sjálfstrausti var í lagi sko. Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þér gengir svo vel í starffræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndur leggja þig flatan. Nei. Þannig að mér var bara gefið það sko en samt er starffræði, hún er ekki sko, þetta er ekkit í erðum eða eitthvað svoleiðis að þetta er bara hæfni sem við erum að tileinka sko. Og æfingi skapar svolítið meistarann sko. Ég á 18 ára strák sem er í Versló. Hann er að byrja á 3. árinu sínu í Versló og hann sagði mér glaður í gærkvöldi að nú væri hann í starffræði alla 5 daga vikuna. Honum finnst það svo skemmtilegt að þú veist að segja þetta spyrði ekki erðir. Ég og mammans, við getum alveg vottað það að hans áhugi á starffræði og geta kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir oft í þessari fjölskyldu. Svoleiðis er það sko. En það sem hjálpar honum sannlega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt. Já, honum finnst þetta svo tært. Þetta er bara rétt eða rangt. Að skrifa langa ritgerð eitthvað sem er loðið og matskent. Þetta er bara svo tært. Jú, þetta er annarkvort rétt eða rangt líka sko. En svo er það reyndar þannig sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis einn kennari geti gefið einhver einkunn og svo annar kennari aðra einkunn og það getur munað og það hefur einmitt sýnt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko. En og svo er það innan dæmis, þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa hann og þar af leiðandi verður svari vitlaust en þú sýnir réttu aðferð. Já, það er rétt samkvæmt villunni, lógís samkvæmt. Já, einmitt, þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð. Er ekki verið að gefa þannig fyrir dæmi sem? Þetta er mismunandi, þetta er svona samtal sem kannski kennarar eiga sín á milli en þetta er samtalið mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur. Það er ekkert réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það er að sumir nemendur eru að fá A í fögum, ekki bara starffræði, þetta er náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum er það kannski C. Það er náttúrulega, þarna er eiginlega verið að svindla svo litið, er það ekki? Vegna þess að allir sumir skólar sem er með mikla námskröfur, þú kannski að búa til bara falsaðan vitnisburð sem að fleitir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnanir sem aðrir jafn góðir í greininni komast ekki inn. Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis en grunnskóli núna að fá ákveðna einkunn upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og sonur þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa þetta í 10. bekk. Já, ég held að. Hvað hann var með í starffræði til þess að geta fara í Versló. Af því þú kemst ekki þar inni, þú ert með eitthvað til dæmis sé.
í starffræði. Þannig að þess vegna þetta skiptir svo miklu máli og þetta svo mikið réttlætiskennt. Það rauninni verið að flokka okkur niður þar á því stigi, hvað við verðum. Einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og þér hefur vegnað vel sem kennari, veit ég. Ef við hefum þá viðtalið, við lítum á það sem að við höfum verið að tala um núna bara sem formála, sko. Hvað það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starffræði? Þetta nú rosalega góð spurning og einmitt erfitt að svara henni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara, þú veist, kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við, sem sagt, það ekki bara nemendur, það eru kennarar og það menntakerfið, bara hvar það að klikka og það má einmitt byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið. Ef við vitum ekki, sko, með mat, eftir próf ég að tala um eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna, við erum að færast frá þessum prófum, að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt. Og langt síðan sú þróun hófst? Hvað sérðu? Er langt síðan þessi stefna var sett? Já, mér finnst hún, sko, ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi. Ég gerði annað hér áður fyrir en ég búin að kenna í 11 ár. Og þetta búið að vera allan þann tíma, finnst mér. Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið gefa afslátt og þetta kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur. Og ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar og menn þyrftu þá að fara í 10. bekk og einn auka bekk áður en fóru í framhaldsskóla. Þannig að það hefur verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi. Og það eykur þá líkurnar á að krakkarnir keyri á vegg í framhaldsskóla. Já, og þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að tala bara jákvætt um námsmat og notum svo námsmati einmitt í að finna út hvar veikleikin hjá nemendunum Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennaran á að sjá það, heyrðu, þú gerir alltaf þessi mistök og þar af leiðandi að benda nemendurinn á því, þarna getur í mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna, að þá getur jafnvel hækkað einhvern úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nemendan sem segir, þú veist, hvað á ég að bæta þannig að hann getur bara fókusera beint á eitthvað eitt atriði. Skýrari ramma? Já. Meiri aga? Já. Meiri aga en samt, sko, þú veist, það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð. Já, bara ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að ástunda aga. Er það ekki rétt? Jú, það alveg rétt og þess vegna getur stundu verið bara best að láta það fram hjá sig fara. Já, lefa þessu bara slæta. Já. Þarna einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir á minni skólastofu þegar ég var 10 ára gamall. Já. En hverjum það að kenna? Ég veit það ekki. Nei, það settir svolítið góð spurning, sko, af hverju erum við komið þangað, sko. Og ég hef heyrt þetta frá mörgum að þetta vandamál en það engin með einhverja lausn á þessu, hvernig við getum. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun og síðan þarf bara að koma, þú veist, hvað þarf að breyta. Og það getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala um að breyta núna einkunnagjöf í grunnskóla úr bókstöfum í tölustöfum. Bara það eitt og sér hefur ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti. Af hverju má ekki breyti tölustafi? Framhaldsskólar eru með tölustafi, háskólinn. Af hverju þá bókstafir á yngsta stiginu? Og af hverju má ekki breyta því? Foreldrar kalla eftir breytingu líka, skilji ekki þegar barni fær C eða C+, hvað þýðir það? Þannig að þú veist, þar held ég að grunnurinn sé svolítið, við þurfum að fara í þetta námsmat aftur
og nota námsmati á jákvæðan hátt til að aðstóða nemandan áfram. Maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem er svona vekjaraklukka eða köld vaskusa framan í andlit foreldra, aðstandenda barns. Já. Að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál sko. Já. Fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu sem náttúrulega ekki nógu gott ef það akkurat það sem að þurfti að segja, að þurfti að hringja vekjaraklukkunni. Já. Er það ekki? Ég held að þessi vekjaraklukka, hún bara hægt að hringja sko. Hún svolítið hægt að hringja, er það ekki? Og það er búið að fletja þetta út. Já. Og það er líka með afburðaárangur. Já. Að hann er líka svolítið svona, það hefur líka verið svolítið feimnismál að ætla að setja mikið púður í afburðaárangur. Og við endum það náttúrulega bara öll með sé, er það ekki? Já. Allt samfélagið endar bara í sé, sem er ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða. Nei. Þetta atriði sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nemandan og segir, þú veist, hvar hann er ekki að standa sig. Það þarf ekki vera langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þig hérna áðan að Örn getur bætt sig. Já. Þú veist að bara þetta og ég man eftir þessi endingu ennþá. Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum? Já. Í námið þar, foreldrinu voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum. Já. Og þú ert, hvað ertu gamall? Ég er 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og og það var einmitt í starffræði. Tækifæri til þess að bæta sig. Já, einmitt. og ég man eftir þessu, mér fannst þetta rosalega óþægilegt, af því mér fannst ég vera að standa með alveg eins og ég gat sko. En svo þegar ég líti á það núna í dag, þetta var alveg hárrétt. Og það er svo gott að fá þetta. Þú þurftir að sjá þetta? Ég þurfti að sjá þetta. Á þessum tíma? Já, einmitt. Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég sko hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu. Nei. Þannig að svona breytingar, það er alltaf gott. Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa? Sumir segja við ættum að endurskoða allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar er náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu, við lærðum að lesa. Hvað segir það? Sko, ég er alveg sammála, við þurfum að náttúrulega nota tæknina og það er ekki síst gervigreindina til þess að aðstoða okkur, að það er framtíðin. Gervigreindin er náttúrulega komin í öll tæki og róbótar og út allt. Og sem sagt, námskerfi sem ég hef látið hanna, að það var það heiti Rubrik.is, Rubrik með sé, og Rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það er þetta er kerfi sem er með lokaðan gervigreindar sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF-skjal sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir. Svo opnast skjalið fyrir kennarinn hefur sem tök á því að breyta einhverjum því gervigreindin er ekki alltaf 100%. Hún verður að einhver tíman, það verður super AI sko, en super AI er bara ekki komið. Og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá. Gervigreindin kemur kannski með einhverjum 7 og þú segir nei, þetta er ekki alveg rétt og breytti í 7,5. Kennarinn hefur sem tök á því. Þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaða kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra. Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint það út frá nemanda. Og þetta líka samræmir sem sagt námsmati, því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu, þá verður ekkert það að einn getur fengið sé og annar A. Það verður ekkert svoleiðis, það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með. Það verður grunnurinn að því að samræma okkur. Þetta er réttlætistæki í raun. Já. Þetta er það. Er þetta bara hugmynd í kollinum á þér eða er þetta eitthvað farið af stað? Þetta er komið á stað. Þetta er sem í kynningarfasa núna. Það er ég er búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbröð eru mjög góð og
það bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég hef verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar og að kynna þetta, en ég er líka búin að fá skilaboð frá ráðherra sem mér finnst rosalega vænt og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þar af leiðandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég er bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera. Við getum ekki haldið svona áfram. Þú getur sagt margt Ingu Sæland, þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna, hún er mjög, ég þekki hennar nóg til þess að vita að það er mjög drífandi afl í hennar hjarta, sko. Það er alveg magnað, sko. Já. En hún hefur nú verið í slag við kennara. Það er bara, hvað segir það okkur? Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún En sko kennara hafa tekið slag við hana, meina ég. Já. Eins og grunnskólakennarar. Út af þessari einkunnabreitingu, þeir eru bara fúlir. Ég held að sé frekar þannig, sko. Þeir hafa tekið slaginn, það hafa sumir tekið slaginn við hana og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum þetta er bara réttlætismál sem við verðum að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölustafi, foreldrar kalla eftir þessu, nemendur kalla eftir þessu, bara menntakerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök af hverju viljum við halda í bókstafi. Mér finnst að það þarf að spyrja þessu spurningu. Það er ekkert þess að halda í. Það er ekkert gott þar. Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forystu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef þið viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér menntamál. En aðeins meira þetta, sagðirðu rúbrik. Já. Eru þið kennararnir sjálfir, eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuðið út af gervigreindinni og því finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnusíðferðinu og þið treystið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir. Eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að ert með mjög jákvætt viðhorf gagnvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindina ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni. Já. Það er þannig. Þetta er aftur, sko, þú ert alltaf að spyrja spurningar sem maður þarf eiginlega að svara í ritgerð. en aftur bara, þú veist, frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til þess að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og auðvitað hefur maður séð sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og en gervigreind í menntakerfinu er bara sko það er bara snilld. Það er rauninni að kennarinn fær meiri tíma þá til þess að kenna. Ég líti á þetta þannig að ef ég get fengið gervigreindin til þess að fara yfir svona bunka af starffræðiverkefnum sem tekur mig stundu bara heila viku að fara yfir og maður er langt fram á kvölda að vinna þú veist að fara yfir þetta þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluvert okkar tíma og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir þetta og sjá hvað er villur í gervigreindinni sko, allavega ennþá en þetta sparar heilmikinn tíma og ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og að fara yfir þetta allavega sem vanda frágang maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni það þýðir bara ekki að hrista fram úr sig að þetta er 5 og þetta er 6 og þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko. Já, þetta er líka sko býður aukinni fagmennsku heim. Það gerir það. Já, það verður minnaðan duttlunga. Sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna á Rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk en núna eru þeir sko margir hverjir orðin svona þrælar skriffinnskunnar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku. Þú ert að tala að sko gervigreindin taki
þátt sem í rauninni sáhluti starfsins sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift og skúri fyrir þig. Já, nákvæmlega. Eins og bara, þú veist, skúringaróbot. Það til. Er einhvern á móti því? Nei. Þannig að þetta er nákvæmlega svona, sko, að tæknin þarna til þess að hjálpa okkur, en ekki til þess að vera einhver fótur fyrir hvernig maður á að vinna, sko. En það er þarna með tæknina, sko, hún náttúrulega getur farið líka lengra, að hún getur síðan búið til próf. En þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú sendt inn. Og samskonar dæmi, breytir náttúrulega tölur og allt svo leist. Þannig að það er líka ákveðin, sko, spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf. Enda það notað í dag. Það eru til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búið til próf. Já. Og það var náttúrulega hluti að prófundirbúningi man ég í gamla daga, maður las gömul próf aftur í tíman. Er það ennþá þannig? Já. Kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur, þið getur nota þessi próf til þess að undirbúa ykkur fyrir prófi sem verður í næstu viku, en enda verður það mjög svipað. Þannig að þetta er náttúrulega leið sem við notum og þá bara kennarar búin að taka kannski svipað próf, breyta tölurnar og leggur það fyrir. Já. Þetta er spennandi. Er svona eitthvað sem ég langar að bæta við þetta sem við höfum verið að ræða? Varðandi, sko, kerfið, ég er búin að nefna þarna með samræminguna, að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar að leiðandi ætti einhvern, ef nemandi að sýna svona svipaða færni hjá mismunandi kennara, jafnvel mismunandi skóla, þá á það að vera eitt og það sama. Þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar. Tölulegt að þá er það í rauninni ekkert mál að setja alla þessar einhverjum bara í tölu og þá er það samræmt við framhaldsskólastig og er hægt að nýta það þannig. Og svo er kannski þriðja atriði í þessu vandamálið hjá nemendunum, að það er svo miklu auðveldara fyrir kennarana að benda á hvar nemandi getur bætt sig. Þannig að þar er mesta virði fyrir nemandan, að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um áðan. Hann segir, hér getur þú bætt þig. Að ofta á tíðum eru nemendur bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst? Ég veit það ekki. Nei. Það er svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa. Og kvíði líka hjá nemendum fyrir próf. Þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minnkar kvíðin. Þegar maður er ekki, sko, kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki. Þannig að þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman. Herru, það verður gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmyndum þínum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óska þér góðs gengis í þessu öllu, Örn. Ég ætla líka að hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fippa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga. Hún settist nokkur sinnum á hausinn á þér og þú hérst alltaf áfram að tala. Ég er mjög ánægð með það. Einmitt, takk fyrir það. En gangi þér vel. Takk fyrir. Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góðir fyrir samfylgdina með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun eins og endranær á föstudögum. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskammturinn fer í loftið undir stjórn Gunnar Smára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóðlífinu. Og hvað haldið þið nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmorgni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hádegi á laugardag og sunnudag verða Synir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnar Smára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.